Þorlákur, þú ert að leggja í 45 km Mount Esja Ultra. Já. Er þetta fyrsta skipt sem þú tekur þátt hérna eða? Nei, ég var hérna fyrir 10 árum, fyrsta skipti sem þetta var haldið. Já, hvað hljóstu þá? Það fóru 10 ferðir upp að Steini. Já, það situr ekkert ennþá í þér eða? Nei, ekki alveg. Þú ert öllu vanur hér í Esjunni? Já, ég er búinn að fara einn oft. Já. Hvað hérna, er eitthvað framundan sko á stórum hlaupum hjá þér? Nei, það er bara svona íslenskur hlaup í sumar. Súluhlaupið svona, kannski hápunkturinn. Já, þú ert ekki fyrir Laugaveginn? Nei, ég er ekki fyrir Laugaveginn. Nei. Ekki þetta árið. Ekki þetta. Hvernig svona þessi leið, versus það að fara bara upp og niður endalaust? Já. Líst þér ekki betur svona á þetta, svona aðeins fjölbreyttari? Jú, þetta er miklu skemmtilegra. Já. Þetta er náttúrulega, þetta er krefjandi, þetta er erfitt. Sumarleiðirnar eru erfiðar og grýttar og svona, en þetta er miklu skemmtilegra. Já. Það er aldrei farið saman leiðin tvisvar, þannig að þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Já. Ertu hérna, ég er að spá eins og í sumar og svona, þú náttúrulega búin að vera lengi í þessu og hlaupið mikið af götuhlaupum og fleira. Er fjallahlaupin bara partur á prógramminu eða ertu svolítið að fara yfir í það eða hvað er? Ég er aðal í þeim núna. Mér finnst þau skemmtilegri, svona utanvega. Já. Það er líka betur með skrokkinn, þannig að ég svona er meira í þeim. Já, hvað heldurðu með bara götuhlaupin svona almennt að þú ert nú hérna reynslubolt í þessu? Heldurðu að það sé eitthvað að dala áhuginn á þeim eða hvað? Nei, ég held ekki. Það er kannski meira, það er svona núna aukinn áhugi á utanvega hlaupum. Já. En þetta, eins og margt annað, svona, þetta gengur í gegnum ákveðnar tískubylgjur. Já. Það er svona utanvega tískubylgja núna. Þetta, götuhlaupin er ekkert að hverfa. Þau verða áfram á sínu stað. Já. En svona, nú ertu hérna að þjálfa Skokk upp KR. Já. Hvað er þetta stór hópur sem er hérna hjá okkur? Þetta eru svona 40-50 manns myndi ég segja sem er að æfa. Já. Er svolítið mikið að sama fólkinu, er svolítið endurnýjun, er að koma nýtt fólk svona jafnt og þétt? Það hefur nú verið svona, það hefur verið svolítið endurnýjun, það er kjarnið kannski upp á 20-30 mann sem er mjög fastheldinn í hópinn. Já. En svo núna var fínn byrjandahópur í sumar, þannig að við erum að gera okkur vonur að við fáum inn svona góðan hópa nýliðum. Já. Hvernig svona veðrið í dag og brautin og svona, hvernig leggst þið í þig? Ertu vel undirbúinn og hvernig líst þér á þetta? Já, mér finnst bara vel á þetta. Það er aðmála að sé ekki rok. Já. Allt er svolítið blautt. Rokið er verstu óvinur hlauparans. Já, heyrðu, flott er þetta Þorlákur, þakka þér fyrir. Já, takk.